Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari sem hér eru saman komin á Zoom fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem eru uppi í samfélaginu vegna COVID-19. Þá býð ykkur velkomin á 324. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn er tekin upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar og býð bæjarfulltrúa að stilla mute þegar ekki verið að taka til máls. Ég óska hér upphæð fundar eftir afbyrjandar boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 43 sem sá fundur fór fram 12. desember síðastliðinn. Bæjarfulltrúar hafa fengið gögn öll afhent innan tímamarka. Dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Það er fyrsta dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 735 og 736. Þær verið borðnar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Það er fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 302, fundargerð hafnarstjórnar númer 271, fundargerð fræðslunefndar númer 105, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 94, fundargerð barnaverndarnefndar númer 134 og fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 43. Það eru nokkuð mál sem liggja hérna undir liðnum almenn mál og það er liður 11 samþykkt stjórn og fundarskot bæjarstjórnar, endurskoðun, liður 10 endurskoðun aðalskipulags Fjarðabyggðar 2020-2040, liður 11 fjárhagsáætlun 2021, viðauki 2, liður 12 lántaka á árinu 2021, liður 13 reglur leikskóla, liður 14 reglur Fjarðabyggðar frístundastyrk, liður 15 reglur Fjarðabyggðar úthlutun íþróttastyrkja til félaga, liður 16 samþykkt hunda- og kattahald endurskoðun 2021, liður 17 breyting á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga fyrri umræða og liður 18 gjaldskrá fráveitu Fjarðabyggðar 2022. Þá göngum við til dagskrá og fyrsta dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 735 og 736. Orðið er laust þessar fundargerðir. Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Sigurður, þú ert á mute. Já, svona. Byrjenda mistök hérna í beinni. Mér langar með leyfi forseta að renna hérna aðeins yfir bara örfamál frá þessum fundum bæjarráðs. Í fyrsta lagi liður 1.3 úr fundargerð 735 sem tengist svo rundar lið 2.2 úr næstu fundargerð 736 sem er þessi lántaka sem við vorum að fjalla Þetta er lántaka sem á ekki að koma neinum á óvart. Hún er í samræmi við samþykktir í fjárhagsáætlun ársins og hérna er eitthvað sem er búið að ræða fyrr á árinu. Þetta er hagstætt lán sem er uppgreiðanlegt án kostnaðar og þetta er ákveðin forsenda fyrir fjárhagsáætlun næsta árs og líður því að tryggja að næsta ár gangi upp án lántaka. En sjóðstaðan þarf að vera ásættanleg áramót og fjármálastjóri telur nauðsynlegt að við nýtum þessa lántöku heimild. Þannig að þess vegna er farið í þennan gjörning. Í fundargerð 736 liður 2.1 viðauki við fjárhagsáætlun. Það erum við að fara yfir nokkuð viðamikinn viðauka með ansi mörgum liðum. Þetta snýst sölu eigna á Breiðdalsvík, í Neskaupstað, á Eskifirði og Reyðarfirði og Stöðvarfirði. Framkvæmdir hjá Fjarðabyggðarhöfnum, framlag til sköpunarmiðstöðvarinnar
leiðréttingu á áætlun félagsþjónustunnar, úthlutun námsstyrkja, uppgjör á tjónamálum og svo uppgjör vegna hjúkrunarheimilana og þess að við erum að skila rekstri þeirra til ríkisins. Við förum nú sannlega betur yfir þetta hérna eftir þegar við afgreiðum viðaukann undir liðnum almenn mál, en þetta svona nokkuð umfangsmikill viðauki. Nú liður 2.6 úr sömu fundargerð og 2.7 snúast reglur frístundastyrki og úthlutun þeirra styrkja, bæði til einstaklinga og til félaga, og þarna náttúrulega ætlum við að bæta í styrki og svona skýra regluverkið í kringum styrkina til félagana. Hvort tveggja held ég að sé eitthvað sem vel til þess fallið að efla íþróttastarf enn frekar og hvetja til þátttöku barna í slíku starfi sem er ákaflega mikilvægt, og það er bara held ég ánægjulegt að þetta sé í höfn. Það svo á auðvitað eftir að koma í ljós hvernig þetta reynist, og það er svo alltaf með svona reglur að það er menn reka sig eflaust á eitthvað, en ég held að sé mjög gott að við séum að ná að klára þetta frá. Ekki fleira frá mér í bili. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson, orðið gjör svo vel. Stjóri, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ætla að koma örlítið inn á fundargerðir bæjarráðs 735 og 736 og byrja þá á lið 1.3 lántaka á árinu 2021. Eins og hefur komið fram í máli okkar alveg frá samþykkt fjárhagsáætlun þessa árs, að þá höfum við verið á móti frekari lántökum og greiddum atkvæði og töldum ekki þörf á þessari lántöku á þessu ári, og þar af leiðandi höfum við greitt atkvæði gegn þessari lántöku í bæjarráði. Það kom auk þess fram í afgreiðslu fjárhagsáætlunar að horft væri til þess að reyna og koma í veg fyrir þessa lántöku, og það var alltaf markmið að þurfi ekki að taka þetta lán. Þannig að það er ákveðin vonbrigði að við höfum skilt inn í það að þurfa að nýta þessa heimild fjárhagsáætlunar og taka þetta lán sem er ágætis kjörum en aldrei hagstætt fyrir bæjarfélagið að vera í þessum lántökum. Svo er það fundargerð 736. Þá er það viðauki 2. Í þessum viðauka þá er svona megnið af þessu eitthvað sem að við vissum af og gerðum okkur grein fyrir að væri væntanlegt. Annað sem að er vegna umframkeyrslu framkvæmda hefði sannarlega mátt vera búið að koma fyrir í viðauka fyrr, og með öllu réttu hefði átt að vera búið að leggja fram að minnsta kosti hluta af þessum fjárútlátum í viðauka. Bara svo það sé sagt. Svo örlítið varðandi frístundastyrkina, sem er þá liður, skal ég ykkur að segja, 2.6. Þá tek ég bara undir með Sigurði að þetta alveg tekið undir það með honum að þetta verður eflaust til þess að efla íþrótta- og æskulýðsstarf, og er það vel, og ég held að þetta muni koma sér til góða fyrir íþróttafélögin,
eins og við höfum rætt sem undanfarin ár í tengslum við frístundastyrkina þá höfum við mörg hver að minnsta kosti haft efasemdir að frístundastyrkinni myndi endilega skila þeim tilætlaða árangri að koma til móts við æfingagjöld til foreldra. Við höfum séð það allt land að æfingagjöld hafa bara hækkað samhliða og ég gerir svo sem engar athugasemdir við það. Ég held að æfingagjöldin komi mörg hver til með að hækka og ég held að það sé bara ástæða fyrir því að þau íþróttafélög sem ætla að halda uppi öflugu æskulýðsstarfi þurfa þjálfara og eru farin í alls konar sérúrræði til þess að efla sitt starf og efla sitt faglega starf og þar að leiðandi hækka æfingagjöldin og ég held að styrkir til íþróttafélaga í þeim tilgangi að efla sitt faglega starf sé vel en í fyrstu málsgrein markmiða frístundastyrkja segir að tilgangur frístundastyrksins sé að styrkja 6-17 ára börn og unglinga í fjarðabyggð til þátttöku í uppbyggilegu frístundastarfi og auka möguleika til þátttöku óháð efnahag. Og það hefur bara ekki verið raunin með þessa frístundastyrki heilt yfir landið því að æfingagjöldin hafa hækkað og þannig að ég held að það sem markmið muni ekki skila tilætluðum árangri en annað í þessum markmiðum á vel við og ég vona bara að þetta komi íþróttafélögum til góða. Fleiri ekki bili. Heimir Snær Gylfason hefði það orðið ekki svo vel. Þá ég komin í hljóð. Forseti, bæjarstjóri, aðrir fundarmenn. Ég vil fara aðeins yfir bæjarráðsfund 735. Og þar 1.1 brunavarnir í grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. Ég svolítið hugsi yfir þessu bréfi. Þetta náttúrulega eitthvað sem að ég þekki nú vel. Þarna mitt það sem ég hef verið að vinna við mitt brunavarnir og bruna eftirlitskerfin og ég að lesa þetta bréf sem að kemur hann inn og svo niðurlagið í niðurstöðinni að vísa til slökkviliðsstjóra til úrlausnar. Ég veit ekki hvað slökkviliðsstjóri á að fara að leysa. Hann greinlega einn af þeim sem búin að benda á það sem vandamál þarna í þessum skóla og maður vekur nú fer maður að spá, eru kannski aðrir skólar hjá okkur ekki undir nógu góðu eftirliti. Hver staðan á þessu? Og hvað raunverulega ætlar mann að gera? Slökkviliðsstjórinn ekki fara að gera við þessu vandamál sem þarna. Það ekki hans verkahring. Hans verkahring að benda á það sem að. Og nú foreldrafélagið þarna að ganga í það að benda á það sem klárlega á blaði. Þannig ég svolítið hugsi yfir þessu. Og svo það annað sem ég mjög hugsi yfir líka liður 1.3 í sömu fundargerð lántökuna eins og Ragnar var að fara yfir. Við náttúrulega á móti svona lántöku og það þau bara fari í það í algjöru neyð. En ég líka bara hugsi yfir lántökunum almennt. Þetta orðnar ansi háar upphæðir sem eru komnar í auka lán. Og ég ekki alveg að kaupa það að þetta þurfi svona eins mikið og raunin og virkilega ekki hægt að leysa þetta á einhvern annan hátt. Búið að skoða það til þrauta og hugsi bara yfir almennu kostnaði við reksturinn á sveitarfélaginu orðið núna. Þetta mér finnst ekki það endurspeglast í þjónustunni hjá okkur. Fleira var það ekki. Pálína Margeirsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar aðeins að fara hérna í liði 2.6 og 2.7 í fundargerð bæjarráðs númer 736
Það liður með 26 sem hefur reglur frístundastyrk til barna og ungmenna. Í þau rúmlega 7 ár sem ég hef verið í bæjarstjórn hefur þetta verið til umræðu og því fagna ég að þetta sé hér í dag til afgreiðslu. Á þessum árum þá hef ég farið úr því að vera alfarið á móti því að við förum yfir í þessa styrki og í dag ætla ég að samþykkja þetta með bros og vör en umræðan frístundastyrki hefur náttúrulega ekki verið einskorðuð við Fjarðabyggð. Sveitarfélögin hérna allt í kringum landið hafa verið að taka upp slíka styrki síðustu ár og við erum svona eitt af þeim fáum sem eru eftir í því og eins og Ragnar sagði áðan þá reynslan sýnir okkur að víða, eða ekki bara allstaðar, hafa æfingagjöld hækkað og sveitarfélög hækkað í rauninni sína styrki jafnt og þétt. Þeir hafa byrjað kannski í 5 og 10.000 krónum og við ætlum að byrja henni í 10.000 krónum. En ég held að eins og Ragnar kom í rauninni inn og líka að það þetta að ég ætla ekki að skella skuldinni á styrkin sem slíkan. Ég held bara að kröfurnar á íþróttafélögin eru alltaf að aukast. Við sem samfélag og foreldrar og allt þetta erum alltaf að gera meira og meira kröfur á það að faglegt starf, að þjálfarar séu með topp menntun til þess að þjálfa börnin okkar og svo annað. Og þetta náttúrulega ger ekki íþróttafélög með ekki fjármagn, Þetta kostar allt mikla peninga. Þannig að og nú eins og kemur fram í reglunum, þá þurfa félögin sem að hyggjast taka á móti slíkum styrk, þau þurfa að fara inn í sportableikkerfið okkar, sem nýtt. Og það verður held ég mikil bara fyrir foreldra og börn í Fjarðabyggð því að leið þú bara slærðin kennitölu barnsins, þá sérðu allt sem í boði fyrir barnið í Fjarðabyggð, alveg sama í hvað hverfi það Þannig að því við erum öll svolítið svona, við vitum hvað að gerast á okkar svæði, en kannski ekkert endilega hvað að gerast á næsta stað. Þannig að þarna sjáum við það bara allt í tölvunni, hvað í boði og geta svolítið spáð og spekulera í þessu. Og ég trúi því að þegar þetta sportableikkerfi okkar og almenningssamgöngur í Fjarðabyggð hafi svona slitið barnskónum og þá verður þetta til mikilla bóta fyrir íþróttalíf barna og ungmenna í sveitarfélaginu. Og svo langar maður aðeins í lið 2.7, það úthlutunarreglur íþróttastyrkja til félagana. Það náttúrulega verið að gera töluverðar breytingar og stærsta breytingin að nú fá félög styrk eftir fjölda iðkenda en í gömlu reglunum fengu félög úthlutun eftir fjölda barna í grunnskóla á hverjum stað. Ég geri mig grein fyrir að þetta mælist misjafnlega fyrir en það svolítið með allar breytingar og ég tel þessa reglur réttlátari en þær gömlu. Og eins og ég kom inn á áðan þá eru kröfur til íþróttafélag alltaf að aukast og við getum sagt að kröfur félagana til sveitarfélagsins gerir það líka. Og þó að sumum finnst við aldrei gera nóg, þá lít ég nú svolítið á að við getum alltaf bætt okkur og hverki þessa reglunni aðrar sem við setjum okkur eru miklar í stein og því að gera fyrir okkur bara endurskoða þær þegar okkur finnst þörf á. Takk. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætlaði svo sem að taka hér, fá að ræða hans hér í fundargerðum Bæjarráðs, þar sem hefur verið hér rætt undan, bæði sambandið við viðauka og eins í sambandið við lána, umsóknum lántökur. Ég ætla nú vona því að þessi umræða vætti nú sér stað undir þeim liðum en það sjálfst að taka hana hér núna. Ég ætla nú aðeins kannski að fá að lýsa svona furðu og ýmsu sem hér hefur verið sagt. Það nú annars vegar þannig að það hefur legið fyrir frá því fjárhagsáætlun er gerð og síðasta fyrir þetta ár og í útgönguspá okkar sem núverandi fjárhagsáætlun sem fyrir komandi ár liggur fyrir að þessi lántaka og lántöku beiðni var þarna inni í fjárhagsáætlun þess árs með það fyrir augum við færum inn í nýtt ár með sjóðstöð sem kringum 200 milljónir sem hefur verið markmið okkar í gegnum tíðina ekkert núna heldur mjög lengi til þess að mæta útgjöldum Fjarðabyggðar hverju sinni. Við vissum það og það hefur verið kynnt að við myndum lendi yfir yfirdrátt í lok árs. Það eru útgjöld núna, við erum að greiða til resta tekjuskatti til fjármálaráðuneytisins í þessum mánuði og þannig að við erum núna í dag á 125 milljóna yfirdrætti sem við viljum gjarnan ekki vera á. Við teljum það hagkvæmara fyrir sveitarfélagið og hagfelldara að taka lán eins og þetta. Á móti kemur núna lán frá ofanflóðasjóði sem við nýttum hlutalántökuheimildin í sem að koma inn til greiðslu núna sem á móti framkvæmdum ársins þegar það hafi verið umfangsmeiri heldur en gert var ráð fyrir ofanflóðum og þar af leiðandi tökum við lán fyrr og síðan áðurgreint lán sem við mun mæla fyrir og eftir
sem hjá Íslandsbanka uppgreiðanlegt og ég tel að sé miklu hagkvæmari lausn fyrir okkur heldur en nota yfirdrátt. Þetta lá fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Þetta lá fyrir í útgönguspá okkar núna til þess að við einmitt förum inn næsta ár, þar sem við erum að draga úr umfangi okkar. Við fórum mjög í umfangsmiklar fjárfestingar á síðustu 2 árum til að mæta kröfum út af COVID, halda við efnahagsástandi, brugðumst við ákalli og hefur verið hér rætt og fjallað mjög víða. Mér þykir það mjög sérstakt að heyra það hjá varabæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þjónusta þessi sveitarfélags sé slæm. Og það endurspegli ekki, rekstur þess endurspegli ekki hvað sé ekki góð þjónusta. Ég sakna þess þá að hafa ekki fengið að heyra fjölmargar tillögur sjálfstæðismanna í því hvernig á að bæta þjónustuna á sama tíma og þeir ætla ekki að taka lán. Þannig að ég gerir ráð fyrir þeim alltaf ekki að taka lán og þá þurfum maður að skera niður eitthvað á móti til þess að jafna þá í fjárhagsáætlun ársins. Þannig að það mjög, mér þykir það ekki að dapurt. Ég skil vel að sé ágreiningur að menn ekki taka lán. Það getur verið, en mér dapurt að heyra þjónustu okkar sé léleg og sé engu samræmi við það sem rekstur okkar sé núna. Við erum að mæta fjárfestingum eins og við erum ekki að taka lán fyrir rekstri. Aftur á móti ber reksturinn ekki undir þá þessar fjárfestingum farið í. Á móti kemur höfum við hort á það að fjárfestingarnar endurspegla þá þörf sem uppi hverju sinni sem við höfum verið í á síðustu árum og hvað varðar viðauka sem rétt að þetta svona kappkostarinn að koma viðauka fyrr en þeir sá viðauki sem núna tengist framkvæmdum Hafnarsjóðs sem hefur verið ræddur í Hafnarsjóði. Það menn hafa verið sammála þær framkvæmdir að fara í þar núna í auknum tekjum sem Hafnarsjóður haft á þessu ári. Því allt þetta verkefni sem ég held að megi segja og við vorum sammála séu þörf á móti þeim framkvæmd sem við núna, framkvæmdir í tengslum við fiskeldi, við rafvæðingu og annað slíkt, rafvæðingu á höfnunum, undirbúningar rafvæðingu mjóarhafna, stækkun hafnarsvæðis vegna aukins umfangs, stækkun svæðana á mjóarhöfn og annað slíkt. Þetta hefur verið fjallað en alveg rétt eins og Ragnar kemur fram hjá bæjarfulltrúa Ragnar auðvitað hefði við getað lagt hluta á honum fyrir fram á þessu ári með vorum að sjá líka hvernig að því að það hefur verið svona ákveðin óvissu upp í útboðum og fleira. En ég munum að fara yfir viðaukana eftir undir honum frekar og ég held að þarna séu allt saman verkefni. Við mögum ekki heldur gleyma því að þessu ári erum að fara í gegnum að skila rekstri hjúkrunarheimilina sem hefur reynst okkur verið þungur. Það var þungbær ákvörðun að þurfa að fara í að skila rekstri hjúkrunarheimilina inn. En því miður þá náðust bara ekki samkomulag það ríkið að þessi málaflokk sem var á þeirra höndum, við gætum ekki greitt með honum lengur. Við varum meira en tilbúin til að reka þau og teldum okkur gera það vel, en það yrði þá að vera rétt gefið í þeim efnum. Og við hefðum til þess að fjármagn til að standast undir þeim forsendum sem eru gefnar út af ríkinu. Og það náttúrulega einn liður í þeim viðauka sem ég leggjum fram í dag sem svona að loka upp samantekt á þeim rekstri og mér finnst það ennþá dapurt að hafa þurft að fara þessa leið, hafi ekki getað haldið þeim rekstri hér heima, en því miður þá náðum við ekki þeim samningu sem við vildum og því erum að fara út. Þetta nú meðan undirstað þess sem við erum í okkar fjárhagsáætlun stillum upp. En enga síður, ég skal alveg fúslega heyri þau rök að menn vilja ekki taka lán, þá mætir maður þeim slíkt með öðrum hætti og þá sker maður niður þjónustu og ef þjónustan nú einu sinni ekki nógu góð í dag þá veit ég ekki alveg hvar maður á að bera niður. En mér finnst það leitt. Ég skil vel að það sé ágreiningur annað en ég held að þjónustilega sé standið sveitarfélögum mjög vel. Núna eins og á síðustu árum. Þó með alltaf eflaust bæta, það held ég heilt yfir samt þá finnst mér að Fjarðabyggð eigi það skilið að þjónusta, þessi viðurkenna þjónustan sé svona, já, ég ætla að vona allavega vel yfir meðalagi í sveitarfélögum á okkar stærð út á landi. Þannig að þetta nú svona það sem ég vildi koma inn á í tengslum með þessa umræðu sem hér átt sér stað. En sannarlega höldum við glaðbeitt til næsta árs. Við höfum stilt til fjárhagsáætlun sem var samþykkt hér daginn að bæjarstjórn og var mjög gleðilegt sem einmitt á þessum forsendum núna borin uppi að við sjáum til þess að við getum farið inn í næsta ár í samt fjárfestingar, bæði í Hafnarsjóði og í Sveitasjóði og leið reksturinn okkar á þess að þurfa að taka lán og við séum svona að komast svolítið líka að samfélagið sé að sækja þessi samt horf eftir COVID
og við finnum það náttúrulega, það mikil þensla sem jákvætt fyrir okkur, við finnum það að það mikið að gera, það mikil skriður á atvinnulífinu og það náttúrulega bara sannkallað gleði efni. Þannig að það var ekki fleira forseti sem ég ætla að koma inn á núna. Sigurður Ólafsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara stutt. Jón var enda búinn að fara hérna mjög skilmerkilega yfir flest sem að var búið að ræða hérna áðan og hérna ég tek bara undir hans orð. Aðeins varðandi hérna skólan og Fáskrúðsfirði og brunamálin. Það náttúrulega hérna koma hann athugasemdir frá foreldrafélaginu. Og við teljum eðlilegar boðleiðir vera þær að við ferum slökkvilistjóra að fara þarna yfir stöðu brunavarna í skólanum. Brunaeftirlitið náttúrulega á hendi slökkviliðsins og og í kjölfarið ef það þá sannarlega eitthvað að sem þarf að laga að þá náttúrulega það framkvæmdasviðið væntanlega sem að þarf þá að skipuleggja umbætur og fá þá viðeigandi verktaka og sérfræðinga í það, ef ég skildi rétt. En að sjálfsögðu stendur ekkert annað til en að hafa brunavarnir í skólanum hjá okkur í góðu lagi. Ekki fleira í bili. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Í fyrsta ásökunum ég ætla að svara þessu líka en Sigurður er nú búinn að ramma þetta vel inn en náttúrulega eins og gefur að skilja þá eldvarnaeftirlit sveitarfélagsins ef farið og fór yfir þetta hefur náttúrulega verið með úttektir í okkar byggingum og það til þessi gert, þetta ekki vísast til slökkvilistjóra til þess að hann fari að gera við heldur að það fari gegn bara heildar úttekt eins og hefur verið gert með reglubundnum hætti í okkar byggingum og ef þarna eins og kemur fram í bréfinu sem til mjög alvarlegt hefur verið handbömm þá verður ráðist í þær endurbætur í framhaldi úttekt eldvarnaeftirlitsins á byggingunni og brunangakerfinu. En Sigurður var búinn að svara þessu vel þannig að ég bara gleymdi þessu hér á ég biðst afsökunar. Orðið þá laust fundargerðir bæjarráðs. Enginn hefur Já, hendin uppi, forseti. Biðst afsökunar Einar Már Sigurðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara örfá orð til viðbótar en félagar mínir Sigurður og Jón Björn eru auðvitað og Pálína, þau eru búin að fara vel yfir athugasemdir smá viðbætur að minni hálfu þegar ég tek undir að messur þeirra félaga og Sjálfstæðisflokknum hafa margt verið sérkennilegar og ég verð að byrja á því auðvitað að lýsa miklum vonbrigðum við það að því að geta ekki eins og á nokkurum undanförnum fundum og bara þó nokkur tímabil geta komið á eftir bæjarfulltrúa Ragnari forseti og tekið undir nær hvert orð og hellt honum fyrir hérna miklu jákvæðni sem hefur einkennt málflutningans nokkurt skeið. Nú virðist það verið skipt diskettu og aftur komið þetta sem við þekktum svona fyrir ári síðan og örlítið fram eftir þessu ári. Og ég veit ekki alveg hvort að þetta vegna þess að það einhver ókyrrð í einhverjum hluta Sjálfstæðisflokksins en þetta svona sérkennilegt hvernig þessi þráhyggja að vera algjörlega á móti þeirri línu sem að fjármálaráðherra boðaði og við auðvitað sem ábyrgir aðilar í meirihluta til í Fjarðabyggð ákváðum að hlusta vel eftir og taka þátt í að bregðast við því sem að í stemdi út af COVID og þess vegna höfum við auðvitað hagað okkur fyllilega í takt við þann málflutning. Ég hef reyndar tekið eftir því að það einhver hluti Sjálfstæðisflokksins í minnihlutanum í Reykjavík svona svipari línu. Þannig að þetta greinilega ekki nýtt en ég var nú að vona að menn væru komnir út úr þessu en það greinilega ekki. Og við auðvitað tökum því og erum ekkert að kippa okkur mikið upp fyrir það en mér leiðist það að menn svo ég komur út úr jákvæðninni sérstaklega á þessum árstíma því að það auðvitað mjög mikilvægt að menn reyni að halda jákvæðninni við svona á aðvendunni og njóta það sem best þannig að neikvæðnin fari nú ekki að tröllríða
öllu hér á þessum tíma. Við vonum auðvitað að menn nái sér út úr þessu sem allra fyrst og þetta sé bara tímabundið og hverfi. En það líka annað sem að rifjast upp sem að var nú ekki sama festan. Ég get alveg tekið undir það að bæjarfulltrúi Ragnar hefur mikla festu í þessa slag sínum gegn lántökum. En því að það sem sagt frá því að í síðustu fjárhagsáætlun þegar að meira sér að gengi svo langt að bara vegna lántökunar var ekki hægt að samþykkja fjárhagsáætlun og greiða mér sér atkvæði gegn en ekki sitja hjá. Þannig að það mikið samræmi í því að vera ætti þá móti lántökunni þó svo ýmsar forsendur breytist meðal annars eins og þær að fjárhagsáætlunin samþykkt og lántakan samþykkt og síðan forsenda fjárhagsáætlunin næsta ári sem við komum til bæjarfulltrúi forseti góður samþykti byggir meðal annars á þessar lántöku. Þannig en það ágætt þegar að menn sýna festu í skoðunum og ekkert að hlaupa fram og tilbaka í því. Hefði nú verið skemmtilegra til dæmis þegar að við vorum hér í sölu rafveitunar að svo sama festa hefði verið til staðar en þar fundi það nú svona síðustu metrónum en festan var lengi vel en svo allt í einu rétt áður og ég veit ekki hvað marga mínútur liðu á milli en ekki var það langur tími þegar að hringsnúningurinn átti sér stað. En við skulum ekki festa okkur í þessu, það þetta mikilvægt og ég endurtek, ég vona að við komum til bæjarfulltrúar nái aftur takti og jákvæðnin verði ríkjandi á þeim bæ. Ragnar Sigurðsson hefði orðið Gjörsöll. Takk fyrir. Það lítið svona til þess að svara Einari Már sem greinilega nýkominn á prestingi, hann á fullu í messuhaldi. Ég ennþá og sem endranær uppfullur af jákvæðni og gleði og hann þarf ekkert að halda að hún sé eitthvað horfin þó svo að við séum að fjalla hér lántöku. Ég taldi við afgreiðsluna á fjárhagsáætlun þessa árs að við gætum stillt okkur af þannig að ekki kæmi til þess og fór yfir í bæjarráði tillögur þess efnis og við ræddum ýmsar tillögur og menn voru bara ekkert sammála það og það allt í lagi og gleðin fer ekkert þó svo menn sé ekki sammála og ég hrósaði núverandi meirihluta fyrir framlagningu á síðustu fjárhagsáætlun vegna þess að við værum ekki að fara inn í annað ár þar sem við gerðum ráð fyrir lántöku og erum þar að leiðandi búin að stilla fjárhaginn af þannig og það vakti mikla gleði hjá Einari og ég vona hún ekki horfin en það var einmitt út af því að við værum ekki að fara inn í lán og honum þótti það líka gleðiefni en það er engin ókyrrð innan Sjálfstæðisflokksins þó svo við greiðum einhvern tímann atkvæði inn í bæjarstjórn og séum ekki sammála alla liði. Þetta er einfaldlega bara það sem við erum að fara yfir. Varðandi rafveituna þá var það líka rætt fyrir fund bæjarstjórnar þegar að við vildum kanna aðra möguleika í sölunni á rafveitunni og úr því að það nú nefnt að þá þessi lántaka nú meðal annars til þess að borga tekjuskattin á þeirri sölu. Svo það sé nú sagt. Takk. Heimir Snær Gylfason, Gjörsöll. Já, þakka fyrir. Það bara sama á teiningum hjá mér og það að svara þeim sem voru hér að tala á undan mér. Og það einmitt þessar athugasemdir talandi ókyrrð og eitthvað, við erum nú bara hugsandi einstaklingar og höfum okkar áhyggjur líka svolítið út af fyrir okkur, ekki flokksbundnar áhyggjur og ókyrrðin þá kannski hjá mér til mér persónulega þegar ég horfi á svona lántökur sem hafa átt sér stað hérna, það auðvitað ókyrrismaður og varðandi þjónustu, ég var ekki að tala hún var endilega léleg. Mér finnst hún var að kosta kannski svolítið mikið. Það kannski verið að eyða heldur mikið af peningum í einhverju þjónustu sem ekki skila sér. Þetta léleg nýting á fjármunum. Það það sem ég að benda á.
þjónustan getur verið góð fyrir því. En það er ekki að endurspeglast í þjónustunni að hún sé eitthvað að batna við þennan fjárvöxtur í hana. Það mætti kannski fara að reyna að koma einhverju skikki á því hvernig peningunum eitt. Og það varðandi síðan grunnskólan, auðvitað vakna spurningar hvernig staðan á hinum, slökkvilið að standa sig og þess vegna, og ég spyr, út af því ég sé allt í hana slökkvilistjóri settur inn í að lagfæra hluti, textin þannig, sko bara stendur þannig í fundargerðinni. Þannig að það var ekki sent í framkvæmdaraðilana að laga þetta, heldur ætlaði að senda slökkvilistjóri til þess að staðfesta það sem kemur fram í bréfi foreldrafélagsins, sem og það á meðal athugasemdir frá slökkviliðinu, athugasemdir frá þeim sem eru í úttektum á kerfunum, athugasemdir frá umsjónaraðila örugglega húsnæðisins. Þess vegna þykir mér mjög skrítið að slökkviliðsstjóri sé sendur til úrlausna og ef það var ekki það sem stóð til, heldur ætti hann að fara í eitthvað frekar eftirlit sem hann á að sinna á hverju ári, líklega, gerir hann það vonandi og þá þykir mér mjög skrítin texti og ætti þá kannski að leiðréttast í fundargerðinni. Fleira var það ekki. Bæjarstjóri Beðmárið, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins kannski áður en ég fer í sambandi við bókunina lið 1.1, brunavarnir í grunnskóla Fossvogsfjarðar. Þá bréf frá foreldrafélag grunnskóla Fossvogsfjarðar varðað brunavarnir. Niðurstaðan sú, þetta bókað bréf frá foreldrafélag grunnskóla Fossvogsfjarðar varðað brunavarnir í skólamiðstöðinni, vísa til slökkvilistjóra til úrlausnar erindinu. Eða væri þá til þess að hann ætti að laga þetta allt saman, þá var hann vísa til framkvæmda slökkvilistjóra, en málið ekki svona. En svo kemur fram í bréfi foreldrarna sem mjög gott að fá, sem bara fín áminning, þá kemur hér fram, vonandi þetta ekki rétt með farið. Þeir eru bara að byggja á því sem þeir hafa svona tilfinningu og hægt af við að sjálfsögðu sendum eldvarnaeftirlit. Eldvarnaeftirlit Fjarðabyggðar nú síðustu ár hjá slökkviliði. Þar eldvarnaeftirlitsmaður sem hefur verið og það komið nýtt eldvarnaeftirlit sem það verið mannaskipti og þá farið og það tekin úttekt. Það búið að taka úttekt á þessu húsnæði, þessi athugasemdir eru ekki þar en það það svolítið síðan, þannig að menn fara menn í úttekt og skila inn því eins og í öðrum slíkum byggingum og á grundvelli eldvarnaeftirlits niðurstöðu þess þá munum við fara í úrbætur. Að sjálfsögðu munum við ekki hafa þessi mál í óleyst þar en við munum byggja það út þetta eldvarnaeftirlits eins og bara aðrir eins og við þurfum að gera, það bara þeirra opinbera leið. Þannig að það ekki verið að biðja hann að fara persónulega og laga þetta, heldur að láta hann taka erindi til úrlausnar, senda eldvarnaeftirlit og það frá því kemur eins úttektin og við munum að sjálfsögðu láta líka fara í hina skólana ef svo skildi vera, það sé eitthvað sem ekki verið fylgt eftir við fyrra eftirlit, ég bara veit það ekki. En ég voni og ég treysti því að fáum það sem fyrst. Nú ætla ég að fá, ég næ ekki alveg fjáraustur í þjónustu og hún sé ekki betur en hún Menn verður bara afsaka, ég skil þetta bara ekkert öðruvísi heldur en þetta sagt, sko. Ég tel að menn hafi sýnt það hérna og sé að sýna það, starfsmenn og gjörnir fulltrúar í nefndum, að það sé verið að sú þjónustu sem við veitum, hún sé veitt á þann hagkvæmasta hátt sem mögulegt hún sé góð og vonandi betri heldur en víða, þegar við viljum gera það til að vera bara, þetta bara hluta því að við viljum veita góða þjónustu, þannig að íbúum okkar hér fjölgi, það markmið. Viljum menn draga úr henni, þá þetta bara þurfum menn svolítið að þá hverju sinni að meta hvaða þjónustu sé þá hægt að skerða eða breyta á einhvern hátt. En ég næ ekki alveg þessum samtengingu. Hún á ekkert svo slæm, en það svona bölvað fjárhagstur í þessu, þannig að hún samt ekki nógu góð með fjárhagstur. Ég bara vil þá vita, það bara mér mjög nauðsynlegt okkur öllum að vita í hvað þjónustu við erum að ausa fé sem stendur ekki undir. Mér finnst það ekki. Við getum deilt hvort það var meira eða minni þjónusta. En mér finnst þjónusta sveitarfélagsins og þeir sem hann að veita standa sig bara vel, heilt yfir. Þó með ég alltaf eflaust gera betur þá finnst mér það heilt yfir. Mér finnst bara Fjarðabyggð standa sig vel í þeim efnum.
og við starfsfólki okkar sem við nefnum kjörnir fulltrúar í öllum flokkum sem fjallinu sínum fagnefndum hafa það að leiðarljósi. Síðan getum við rætt það hvort hún eigi að vera meiri einhvers staðar, minni annars staðar, það eru áherslur, pólitískar ákvæði sinni sem við getum breytt. Þannig að mér finnst svona samræðan, ég mér finnst framsetningin af því svona skipta svolítið máli. Nákvæmlega sagt að hvernig menn ávarpa máli hverju sinni. Mér finnst það vera svolítið mál. Mér finnst það stórt mál hjá kjörnum fulltrúum. Hvort sem þeir hafa mismunandi skoðanir á pólitík. Samt hvernig þeir ávarpa það sem sveitarfélagið að býður upp. Mér finnst það vera bara gott. En það kannski bara mín skoðun. Og hún þarf ekki að vera rétt en önnur. En mér finnst það samt svona grundvallar markmið sem við höfum. Síðan getum haft á því skoðun einhver önnur þjónusta á að vera betri og svo framvegis. Ég held samt að heilt yfir séum við hverju sinni að reyna að veita hana vel. Við settum okkur markmið núna sameiginlega í því að meðalans með ráðdeildir rekstri huga að skoða vel hvernig getum staðið betur að umhaldi starfsmann okkur annars slíkt. Af því að það náttúrulega stór veigamikið þáttur hjá okkur. Sem þetta fjöldi, að við erum með mikinn fjölda starfsmanna, við viljum standa og halda við þetta, við ætlum að skoða innkom og við ætlum að fara fleira en þjónustan. Mér finnst hún vera á þann hátt að ég held að sé ekki fjárhagstur í hann sem sé ekki að skila sig. En auðvitað kostar þjónustan minnst mikið og markmið okkar að veita góða þjónustu og sem við erum að veita í dag. Ég heldur nú bara svona komin á þetta, en svo eins og segi, höfum bara því misjafna skoðanir hvernig það hverju sinni og maður virðir það og annað slíkt. Það var ekki fleira hósta. Takk fyrir þetta. Bendi bæjarfulltrúa, varafulltrúa Suðurlandsmannaheimi Snægun, Gylfasinni, hann búinn að taka tvisvar til máls undir þessari fundargerð, þannig að þessi liður tekin aftur undir almenn mál og eftir komið þar inn í umræðina. Ég vilja fá að svara það var ekki beint hann hlustaði greinilega ekki á það sem að verið að segja. Ég ætla að biðja að vera það fundarskap og þessu var ekki beint til þín beinni spurningu, þannig að þú getur komið inn í þessu umræðu og eftir undir almenn mál, þá getur þú svarað fyrir því þar. Einar Már Sigurðsson, ertu með gamla hendi upp eða ertu að biðja um orðið? Gjörðu svo vel. Forseti, það bara aðeins að bregðast stuttlega við, ég skal nú ekki lengja umræðuna mikið. Ég nú ánægður með það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að það ekki ráðandi neikvæðni, heldur þetta bara svona umhyggja sem fyrst og fremst kemur þarna fram og það þetta jákvætt í sjálfu sér. Rökstuðningurinn heldur nú ekki miklu vatni en látum það nú vera þegar menn eru farnir að halda því fram að það sé betra að vera á yfirdrætti heldur á góðum lánkjörum, þá þetta stenst það ekki og ég vildi nú aðalega benda þeim á þannig að þeir getur nú losað sig mjög fljótlega við þessar áhyggjur að gefa sér smá tíma og bera bara saman fjárhag okkar og fjárhagsstöðu okkar hér og bera saman við önnur sveitarfélög, svona almennt á landinu. Þá held ég að gleðin verði allsráðandi bara jafnvel í töluvert langan tíma. Látum þetta duga sinni. Orðið þá laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs númer 735 og 736. Fer þær upp til samþykktar þar sem samþykkjum skal gefa merki og biðja alla að vera í mynd samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 302. Orðið laust fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Það enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 302 fyrir hann upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja gefa merki. Hún samþykkt með við alla verið mynd. Heimir, þú með? Eða hann samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerð, þá erum við komin, í fundargerð hafnarstjórnar númer 271. Orðið laust þessa fundargerð. Enginn hefur
beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar númer 271 fyrir hann upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja við skilmerki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið 5. Það fundargerð fræðslunefndar númer 105. Orðið laust þessa fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar númer 105 til samþykktar þeir sem hana samþykkja þessar skilmerki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður 6, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 94. Orðið laust þá fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar til samþykktar þeir sem hana samþykkja þessar skilmerki. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það liður 7, fundargerð barnaverndarnefndar númer 134. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð barnaverndarnefndar númer 134 fyrir hann upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja þessar skilmerki. Hún samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið 8, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 43. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 43 sem hana samþykkja. Samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og fyrsta mál á dagskrá það liðin 9, samþykkt stjórn og fundarskip bæjarstjórnar. Endurskoðun 2021 fyrri umræða. Og ég mun mæla fyrir breytingum á samþykkt sveitarfélagsins við fyrri umræðu. En framlagðar breytingar á samþykktum stjórn fundarskip bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Meginbreytingar sem lagðar eru til fela í sér heimild til fjarfunda án sérstakra ástæðna, en fyrir heimild til fjarfunda var afmörkuð við ófærð eða illviðri sem tálmaði fundarstjórn. Heimild til rafrænna undirritana fundargerða, afnám kröfu notkun hefðbundinna fundargerðabóka sem fundargerð færð með rafrænum hætti og rafrænt undirritið. Þá eru takmarkaðar breytingar gerðar á 62. grein til samræmis við ákvörðun bæjarstjórnar breytingu nefndaskipunar. Framkvæmdar af hjúkrunarheimilina niðurlagt sem og hlutverk félagsmálanefndar vegna hjúkrunarheimila. Safnanefnd felld niður og menningar- og nýsköpunarnefnd tekur við hlutverkum sem safnanefnd var falið. Þá eru ákvæði kosningu fulltrúa á aðalfund SSA aðlöguð breyttum samþykktum ásamt lagfæringum skýringa og orðalagsgreinarinnar. En orðið laust þennan lið. Heimir Gylfason beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, ég bið bara orðið almenna umræðu, ekkert endilega þetta sem þú varst að lesa þarna. Ég vil bara ræða áfram það sem við Jón Björn vorum búin að starta hérna. Ég ætla bara, við ræðum það, mál fellur undir, það liður bæði 11 og 12. Þegar við komum inn í fjárhagsáætlun og langtíma. Ég er bara spenntur eftir því. Þetta Einar Már Sigurðarson beðið orðið. Forseti, það margt ánægjulegt að sjá þess endurskoðun á samþykktinni og margt þar mjög tímabært til þess að breyta eins og með rafræna fundi og annað þess áttar. En forseti góður, það sem ég ætlaði nú fyrst og fremst að vekja athygli á setning ein í 22. grein. Þar segir í greininni fyrsta setning: bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta. Þetta nú bæði í ganni og alvöru sem að ég vek athygli á þessu, en ég hef tekið eftir því að tveir síðustu forsetar okkar eru afar svona mildilegir forsetar.
þeir eru til miklu mun strangari og hafa þá jafnvel bjöllu sér við hlið og dingla gjarnan í hana ef að bæjarfulltrúar eru svona að fara eitthvað örlítið á skjön við samþykktir. Ég veit ekki hvort þau tekið eftir því, en í seinni tíð finnst mér þetta hafa aukist að bæjarfulltrúar eru að ávarpa svona víðan völl. En þetta er mjög skýrt. Það skal beina máli sínu til forseta. Og þess vegna eins og þið takið eftir þá er ég að nefna forseta jafnvel oftar en endranær. En það er svona til þess að vekja sérstaklega athygli á þessu að bæjarfulltrúar eiga sem sagt að tala ætíð til forseta við hann, ávarpa hann í upphafi og samkoman fer bara þannig fram. Þetta er form og ef að fólk vill fara í smá kennslustund þá getur fólk svona leyft sér kannski örlítinn tími að fylgjast með Alþingi. Það er nákvæmlega sama regla. Það er þetta miklu mun stífara og ég var að vitna í bjölluna. Hún er gjarnan notuð ef einhver fer ekki nákvæmlega eftir þessu. En nú er ég ekki að segja að þetta sé alveg nauðsynlegt að þetta eigi að vera svona. Það er að vísu nokkuð skýrt mér í sveitarstjórnarlögum sem er svolítið langt síðan ég las, en samþykktin okkar er samt mjög skýr og byggir á þeim. Þannig að þetta er svona sem þetta á að vera. Við eigum sem sagt ætíð að tala til forseta og við getum, ef við viljum leggja sérstaka áherslu á orð okkar, þá getum við sagt forseti og haldið svo áfram. En við eigum sem sagt ekki að nefna einhverja fleiri. Forseti hins vegar í byrjun bæjarstjórnarfundar eðlilega ávarpar víðar. Þess að það er nú ekki mjög til siðs að fólk sé mikið að tala við sjálft sig. Þannig að það er bara eðlilegt að það sé gert þar. En við bæjarfulltrúar eigum samkvæmt samþykktinni að tala til forseta og einskis annars. En ég vildi biðja sem sagt fólk bara að hafa þetta í huga. Þetta er nú bara svona, ég sé að sumir forseti góður bæjarfulltrúar brosa blítt og það er nákvæmlega þannig sem að ég vil hafa það. Ég vil að við tökum þessu bara létt en við skulum hugleiða þetta og veltaði fyrir okkur hvort að sé nokkuð vandamála að fara eftir þessu. Ég hef ekki orðið var við þann vanda og ég man þá tíð að það var hægt að venja alla á þetta hér til forna. En forseti góður, ég læt þetta duga að sinni og við sjáum hvað gerist í annar umræðu. Þetta er bara fyrsta umræðu samþykktirnar, þannig að þetta er rétt að vekja örlítlega athygli á þessu. Ég þakka bæjarfulltrúa fyrir brýninguna, en það er kveðið á, þetta er 1. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga fundarstjórn, að fundarstjórn oddvita og að vísa til þá framkvæmt farið sem sagt í samræmi við samþykktir sveitarfélaga. En þar kemur fram að það er rétt að bæjarfulltrúi skuli beina máli sínu til forseta. En orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykkis að vísa breytingum á samþykktum stjórn og fundarskap bæjarstjórnar til seinni umræðu í bæjarstjórn. Og þeir sem það samþykja skrifa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10, aðalskipulag Fjarðabyggðar 2020 til 2040, síðari umræða. Og ég mæli fyrir endurskoðuðu aðalskipulagi Fjarðabyggðar við síðari umræðu. Farið var það yfir það í fyrri umræðu að Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt að skipulagsgögn verði uppfært í samræmi við tillögu breytingar á auglýstri tillögu. Eftir auglýsingatíma vegna endurskoðunar aðalskipulags lauk en athugasemdir bárust frá 11 aðilum. Er að ræða minniháttar breytingar og lagfæringar sem eiga ekki við meginatriði aðalskipulagsins og lagfæringar sem hafa ekki áhrif á meginstefnuna. Hér hefur verið unnin gríðarlega góð og mikil vinna og mikil yfirferð og mörgu að hyggja, en það er gríðarlega mikilvæg stefnumörkun fyrir Fjarðabyggð til framtíðar.
og ég vil þakka starfsfólki og starfsmönnum og nefndafólki fyrir góða vinnu en Árni Geirsson ráðgjafi hefur alltaf hélt utan þessa vinnu. En orðið laust aðalskipulag Fjarðabyggðar. Jón Björn Halldórsson bæjarstjóri hefur orðið gjörsvel. Forseti, bara líkt og hér við fyrr umræðu, að bara ítreka á að fagna því að endurskoðun aðalskipulags lokið fyrir sveitarfélagið, náttúrulega nýja sveitarfélagi í heild sinni, sem var til árið 2018 með síðustu sameiningu. Það afar mikilvægt einmitt að fara í þessa endurskoðun á svipuðum tíma svo í framhaldi af því. Náttúrulega þarna eins og allir þekki og bara líkt og ég sagði síðast, þarna þetta gríðarlega mikilvæg stefnumótun unnin fyrir sveitarfélagið. Og sveitarfélagið vinna með aðalskipulagsgerðinni mjög mikla framtíðarsýn og ég vona sannlega og þetta hefur fengið miklu umfjöllun, þetta var afar gleðilegt eins og ég sagði hérna síðast að sjá að því að þetta var nú verið að vinna þetta á tíma sem ekki kannski einfaldast í heimi að halda kynningar á slíku, en hversu vel það gekk og það mikla fjölda af innsendingu sem komu þó, sem var mjög ánægjulegt því að það svo mikilvægt að við séum komið með þarna sýn sem svona nokkuð stenst tímans tönn eins langt og þannig vegna þess að eðlilega munu koma upp nýjar aðstæður og áskoranir á þessum tíma sem mun gera það verkum að munu þurfa að taka upp hluta þeirra og hluta þess og jafnvel og gera breytingar en samt að þessi grundvöllur mjög mikilvægur. Ég vona allir sem að þessu hafa komið hafi einmitt náð svona ramminn það sem þeir voru að horfa á. Ég held að þetta sé uppbyggingarlega séð, hvort sem til íbúðar, atvinnustar sem annað slíkt, að við höfum reynt að koma því að sem víðtækastan hátt og ég held að þarna sé mikill taktur sleginn. En auðvitað eins og áður segir, það er ekkert sett fram óhagganlegt í svona málum en að geta samt haft ákveðna sýn strax frá byrjun gríðarlega mikilvægt því að skipulagsferli að breyta skipulagum tekur tíma og að geta brugðist við hratt við nýjum áskorunum, við nýjum atvinnutækifærum eða nýju uppbyggingu mjög mikilvægt og ég vona þarna sé komin einmitt svona sýna því hjá okkur og svo víðtækan hátt. Það svo annað mál sem hefur rætt og í tengslum við skipulagsstofnun sem kemur upp sem menn hafa fundið að það þyrfti nú vera hugsanlega til styttri ferlar þegar að koma bara gríðarlega miklar áskoranir fyrir sveitarfélög sem lenda í náttúruhamförum að það var hægt að nálgast á annan hátt heldur en gert í dag í svo löngu ferli en sem nú önnur dagstæð umræða en ég segi nota tækifæri og fagna þetta sé þessu endurskoðun sé lokið og hvet fólk til þess að horfa vel í hana og þarna sé komin svona ákveðin sýn okkar til lengri tíma. Það var ekki fleira takk. Ragnar Sigurðsson, gjörsvel. Takk fyrir, frú forseti. Ég ætla bara að taka undir með bæjarstjóra og forseta ánægjulegt að endurskoðunin sé komin fram og til seinni umræðu og lýsi bara yfir ánægju minni með þessa vinnu eins og Jón Björn kom inn á frekar erfiðum tímum og ég held að aðalskipulagið gefi góða mynd á svona framtíðarsýn okkar. En það einmitt það sem aðalskipulaginu ætlað að gera að það svona að horfa til framtíðar, hvernig við sjáum bæinn byggjast upp og svo deiliskipulagið svona sem að nær okkur í rauntíma og ég held að aðalskipulagið gefi góða mynd á því hvert við erum að fara og ég svona verð að segja fyrir mitt leyti ég hef haft áhyggjur af því eða ekki áhyggjur, ég hef svona velti fyrir mér hvort að það sé gott að vera í þessari vinnu við þessar aðstæður þar sem ekki hægt að halda kynningarfundi og fólk orðið svona tiltölulega þreytt á netkynningum og Teams-fundum og slíku en ferlið var mjög flott og tók vel tillit til þess og þetta var sett upp á mjög
frambærilegan máta og þannig að ég vona bara að fólk hafi kynnt sér þetta vel. Takk. Einar Már Sigurðarson, Norðurskjöldsvel. Já, forseti, ég vil nú taka undir það sem hér hefur áður verið sagt og fagna því mjög að þetta skulle vera komið á þennan leiðarenda. Þetta var eitt af því sem við ákvaðum hvað fyrst á kjörtímabilinu í ESU-nefndinni að einmitt farið þessi endurskoðun og nú þetta komið í höfn og þessu hefur verið fylgt vel eftir og ég vil bara fagna þeirri vinnu sem að bæði hefur verið lögð fram að þeir sem tóku við keflinu í ESU-nefndinni og starfsmönnum sveitarfélagsins og það rétt eins og fram hefur komið. Þetta eru auðvitað ekki svona hagstæðustu skilyrði sem við höfum búið við á þessum tíma sem þetta hefur staðið en ég held samt að vel hafi tiltekist og við sjáum það á svona þáttöku í að sendi NATO og sendir og annað þess áttar að þetta verður nokkuð lifandi. En það veit ég ekki hvort það sé rétt en ég vil taka fram að ég líka mjög ánægður með þetta að bæjarfulltrúi Ragnar hefur tekið gleði sína alveg að fullu aftur og nú jákvæðin alls ráðandi. Það afar skemmtilegt. En þó vil ég gera eina örstutt athugasemd við það sem fram kom. Varðandi þreytu á netfundum og öðru slíku. Ég ekki alveg viss að það sé gífurleg þreyti við því. Ég verð sífellt meir var við fögnuð yfir þessu formi og hversu vel þetta hefur tekist að samræma ýmislegt inn á þetta og ég vona að við notum þetta áfram meir en áður var. Vegna þess að það eru nær allir held ég búin að ná góðum tökum á þessu formi þannig að það eru gífurlegir möguleikar í þessu formi og sparar bæði tíma og fjármuni og umhverfisvænt að auki. Þannig að ég held við höfum ekki að tala upp í okkur þreytu þessu en heldur bara að fagna því og finna bestu leiðirnar til þess að nýta þetta. Það annað sem líka ánægjulegt við það að við skulum hafa lokið núna aðalskipulaginu eða séum að ljúka því. Og það það að nú erum við að vita eins og forseti og aðrir bæjarfulltrúar vita að þá erum við að vinna nú að svæðisskipulagi hér fyrir Austurland og það mjög gott að við höfum nýtt aðalskipulag til þess að bera saman við. Því að svæðisskipulagið þetta svo framlenging af landsskipulagi og síðan koma aðalskipulagi þannig að þetta held ég á góðum tíma og framtíðarsýn eins og verið komið fram og það líka mjög ánægjulegt að samstaðan skuli vera algjör þessar meginlínur sem við erum að stíga. Svo auðvitað geta menn tekist á og eðlilegt að menn hafa mismunandi skoðanir á ýmsum útfærslum. En enn og aftur, þetta mjög gleðilegt að við skulum hafa náð þessu í höfn. Ragnar Sigurðsson. Það? Já, ég ætla bara, nú held ég að þetta sé komið í hring hjá Einari vini mínum, því að ég held að hann sé búinn að tapa gleðinni núna. Nú hann farin að reyna að gera athugasemdir og reyna að finna smugur til athugasemda. Þannig að ég kalla eftir því að birti til hjá Einari vinum. Ég held að við séum nefnilega alveg sammála þetta. Það auðvitað gott að við séum að nota tæknin og ég held að fjarfundir og þetta fjarfundar fyrirkomulag sé komið til þess að vera. En stórir kynningafundir og stórir fundir og mun aldrei leysa þetta algjörlega af hólmi, sérstaklega ekki eins og íbúafundi og slíkt, þar sem fólk vill taka samtalið. Þannig að ég held að fjarfundir muni aldrei koma fyllilega í staðinn fyrir íbúafundi, en kannski Einar ósammála mér það. Það verður að koma í ljós. Ég ætla aðeins að taka hérna til máls og tek undir það sem eru komið fram að það eru gríðarlegar áskoranir sem hafa verið í þessu verkefni og ég mjög ánægð með hvernig þessi vinna fór fram og þannig að allar umsagnir og þetta fór í rauninu allt í gegnum netið og bæði þessi vinna og sama vinnan við umhverfis- og loftslagsstefnuna sem þessi stefna aðalskipulagið meðal annars byggir á og það eins sem ég held að við ætlum að vera mjög stolt af í Fjarðabyggð, það vefsjáin sem við höfum
og hún bara vel uppfærð hjá okkur og þetta byrjaði þetta í sambandi með Haf og Strand, í rauninni siglingaleiðir og annað og við nýttum hana mjög mikið í þessari vinnu og nefndin vann gríðarlega vel saman, alveg allir saman og þar sem við skiptum með okkur verkum, þar sem við fórum svona dýpra í og deildum svo upplýsingum. Þannig að það fólk vann mjög vel í þessu og ég bendi bæði fulltrúum sem og öðrum sem hóru fundin að skoða svolítið vefsíðuna hjá okkur og þar miklar upplýsingar og alveg til fyrirmyndar hvernig hefur verið haldið utan það. En orðið laust lið 10, aðalskipulag. Hendi á lofti og seti góður. Gjörðu svo vel, Einars. Og seti bara til að ljúka þessari ágætu umræðu fjarfund og ekki fjarfundi, þá var það eins og ég bjóst við og var bara aðeins að láta það koma betur í ljós að við bæjarfulltrúi Ragnar erum að sjálfsögðu fyllilega sammála það að fjarfundir leysa ekki allan vanda, en það alveg hárrétt að þeir eru komin til að vera og ég trúi því að það muni vera veruleg aukning í notkun þeirra, en hins vegar eiga þeirra sjálfsögðu ekki að taka allt yfir. Það gengur aldrei upp og held ég að menn ekki, en samt sem áður, stórir kynningafundir geta líka farið fram og ég hef setið nokkura slíka sem að koma jafnvel á margan hátt betur út í fjarfundi heldur en ella. Þannig að við þurfum bara auðvitað að nota reynsluna að hvoru tveggja og vera jákvæð og opin og finna bestu leiðirnar. Sumt á við betur í öðru en hinu og þannig held ég að við náum að fiska út það besta. Ég tala ekki þegar samstæðan svona rík. Þá orðið laust lið 10. Það engin beðið orðið og þá byrjum upp til samþykkis bæjarstjórnar aðalskipulag Fjarðabyggðar 2020-2040. Þeir sem það samþykkja að skrifa merki. Það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá eru komin í lið 11, fjárhagsáætlun 2001, viðauki 2. Bæjarstjóri mun mæla fyrir viðauka 2. Gjörðu svo vel. Forseti, hér lagður fram viðauki 2 fjárhagsáætlun ársins 2021. Hann í 9 liðum eins og bæjarfulltrúar hafa séð og var afgreiddur á bæjarráði nú á fundi á mánudaginn var. Hér vísa til bæjarstjórnar. Þessi viðauki tekur til nokkra þátta. Þetta annars vegar sala eigna sem hefur farið fram í hverfum sveitarfélagsins, Breiðdalsvík, Norðfirði, Eskifirði, Reyðarfirði og Stöðvarfirði. Kaupum á hlutafé sem því samhliða sem í leigufélaginu Bríet sem opinbert hlutafélag óhagnaðardrifið. Framkvæmdir Fjarðabyggðarhafna, framlag til sköpunarmiðstöðvarinnar, leiðrétting áætlana félagsþjónustu, námsstyrkja, uppgjör vegna hjúkrunarheimila. Ég mun aðeins tæpa bara svona helstu stærðum í viðaukanum en bæjarfulltrúar hafa kynnt sér hann í gögnum sínum. Fyrsti liðurinn þegar eins og áður segir tekur á samþykkt á sölu íbúða. Það voru 27 íbúðir seldar úr málaflokki 57 árinu sem var í samræðum við stefnumörkum bæjarstjórnar sem hefur verið langt sölu eigna. Heildarsöluverð þetta var 295 milljónir króna og bókfært verð þeirra var 134 milljónir. Þar leiðandi bókfærður söluhagnaður 161 milljón og uppgreiðsla lána 185 milljónir þessu samhliða sem lækkar þá skuldir málaflokksins 58 620 sömu upphæð. Viðskiptastaða félagslegra þetta eru 8 íbúðir á Norðfirði og Eskifirði sem voru seldar til félagsins Uxavogar, 3 íbúðir á Breiðdalsvík til einstaklinga, 12 íbúðir á Reyðarfirði til Bríetar og jafnframt 4 á Stöðvarfirði til Bríetar. Viðskiptastaða félagslegra íbúða aðalsjóð hækkar 110 milljónir króna og sjóður eigið fé aðalsjóðs og samstæða Fjarðabyggðar hækkar sömuleiðis og sömu upphæð. Liður 2 þessu tengdur í viðaukanum, það þar við bæjarráð samþykkti við sölu og íbúðum á Reyðarfirði og Stöðvarfirði eignarhlutur Fjarðabyggðar í fasteignunum að frádregnum yfirteknum ákveðnum til lánum.
lagður inn sem hlutafé í leigufélagið Bríet sem eins og áður segir í eigu HMS, Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar, og þar netto eignarhlutur úr Fjarðabyggðar þá 62 milljónir rúmar og keyptur úr genginu 1, og það lagt til að þeir upphæðir bætt til hlutabréfakaup í fjárhagshallan ársins og sjóður eigi fé aðalsjóðs og samstæðan að lækka þó samsvarandi fé 62 milljónir rúmar. Síðan liður 3, það semst Hafnarstjórn samþykkti á fundi sínu 7. desember óskað til breytingum á fjárfestingaráætlun Hafnarsjóðs. Hafnarstjórn hafði áður fjallað einstaka framkvæmdir en ekki gert tillögu breytingu á fjárhagshallan ársins í heild sinni miðað við þessar samþykktir sínar. Fjárfestingar Hafnarsjóðs voru áætlaðar 450 milljónir á árinu. Með þessum breytingum þá áætlunin sem eru þá 118 milljónir til viðbótar. Þær tengjast framkvæmdum við Norðfjarðarhöfn sem hækkar 70 milljónir sem felst í kostnaði við þjónustumiðstöð, flotbryggjur, frágangi við bræðslubryggjur og fleiri smærri liðum. Framkvæmdum við Mjóararhöfn hér á Reyðarfirði 100 milljónir króna. Stærstu liðin þar myndavélakerfi, áfangi rafvæðingu hafnarinnar eins og með þekkja sem hefur við vunnið að, og svo stækkun hafnarsvæðis eða stækkun geymslusvæða á höfninni í tengslum við aukin umsvif, gámaflutning og fleira. Þá jafnframt það að fara í framkvæmd við Fossvörðuhöfn sem verður 85 milljónir króna á árinu. Það bygging nýr þjónustumiðstöðvar og nýr viðlegukantur við smábátahöfnina og dýpkun því samhliða sem nauðsynleg vegna aukin umsvifa bæði vegna fiskeldis sem og aukin umsvifa línubáta og fleira. Framkvæmd við Mjóafjörðarhöfn upp á 4 milljónir króna vegna endurbóta og dekkibryggju þar. Framkvæmd við Stöðvarhöfn sem voru 4 milljónir vegna frágangs á nýjum viðlegukanti. Sömuleiðis sama í framkvæmd við Breiðdalsvíkurhöfn, 5 milljónir vegna rafmagns á viðlegukanti og frágangi umhverfis eftir að þar var reistur nýr viðlegukantur líkt og á Stöðvarfirði á árinu 2020. Ósundurliðar framkvæmdir sem voru áætlaðar 45 milljónir króna í Hafnarsjóði verða 15 milljónir og þar leiðandi sá liður lækkar á móti fjárfestingum, og síðan voru framkvæmdir við Eskifjarðarhöfn áætlaðar 330 milljónir en nú ljóst að hluti framkvæmda mun ekki ganga eftir árinu heldur færast til næsta árs og verða því 210 milljónir á þessu ári. Því lagt til að fjárfestingar Fjarðabyggðar hækki samtals 118 milljónir og heildarfjárfestingar Hafnarsjóðs verða því 568 milljónir króna á árinu. Viðskiptastaða Fjarðabyggðar mun lækka sem nemur 118 milljónir króna við aðalsjóð og sjóður og eigið fé þá í samræmi með það. Síðan viðaukasamningur liður 4, það viðaukasamningur sem var samþykktur af bæjarráðafundi 20. september vegna sóknaráætlana Austurlands vegna lagfæringar og húsnæðissköpunar með þekkja. Það sem komu auka 20 milljónir til að ljúka því mikilvæga verkefni á móti 10 frá hinu opinbera á móti 10 milljónir króna framlagi frá sveitarfélaginu og því lagt til að styrkir og framlagi málaflokki menningarmála hækkjum 10 milljónir og nemur þá heildaráætlun 34 í þeim lið og sjóður eigið fé lækkar samleiðis. Síðan á fundi bæjarráðs 14. júní var farið yfir fjárhagsáætlun vegna fjölskyldusviðs og þar kom fram á þeim fundi að voru gerð mistök við gerð fjárhagsáætlunar og áætlun launa á skrifstofu félagsmála sem námu 12 milljónum og það lagt til að launaliður félagsþjónustu í þeirri málaflokkur hækkaður 12 milljónir á móti þeirri leiðréttingu og þar lent sem hefur sömu áhrif á sjóð og eigið fé. Síðan var samþykkt á aukafundi bæjarsna 30. mars að samkomulag við heilbrigðisráðuneytið sem muna flutning á þjónustu Hulduhlíðar Uppsala til Heilbrigðisstofnunar Austurlands í kjölfarið að viðræðum okkar við ríkisvaldið það gekk ekki eftir að við fengjum auki fé til þess að halda áfram rekstri hjúkrunarheimilina innan þeirra marka sem ríkið hefur sett þeirra krafna sem ríkið hefur sett. Á fundi bæjarráðs 14. júní núna á þessu ári var farið yfir mögulegt fjárhagsuppgjör vegna flutninga þjónustu því að eins og með þekkja þá hefur legið lengi fyrir við höfum greitt með þjónustunni töluvert fé og það var ákveðið þar samt að bæjarstjórn að vísa uppgjörinu hér til gerðar viðauka þegar það lægi fyrir. Nú liggur slíkt uppgjör fyrir og nauðsynlegar breytingar þurfa að verða því gerðar eins og áður kemur fram í viðaukanum. Framlög Fjarðabyggðar til rekstrar uppgjörs munum við 122 milljónir króna sem skiptist í orlofsskuldbindingar, afgreidd framlög og framlög í fjárhagsáætlun og því lagt til að framlög til rekstrar félagsþjónustu í deildinni 02410 sem dvalar á hjúkrunarheimili hækki 109 milljónir og nemur þó heildaráætlun deildarinnar 148 milljónir. Sjóður og eigið fé aðalsjóðs samstæða mun lækka 109 milljónir króna þessu samhliða. Síðan var samþykkt á bæjarráðsfundi 6. desember samkomulag vegna bóta sem eru upp á 4,5 milljónir og það lagt til að það verði bætt við á móti
og bæjarráð hefur fjallað á móti máli sem hefur verið til umfjöllunar nokkuð langt skeið. Síðan hér útdeling hefðbundin eins og í lok árs, viðaukum lok árs. Það námsstyrkir sem hafa verið veittir á árinu 2021 í samræmi við reglur námsstyrki í Fjarðabyggðar. Það búið að færa út námsstyrkja upp að 2.683.000 og þar leiðandi lagt til að hann lækki í deildinni 21.600 starfsmannakostnaðum 2,7 milljónir og ekki rekstrarkostnaði fræðslumálum. Þessi breyting hefur engin áhrif á rekstrarkostnað aðalsjóðs eða fjárhagsstöð fyrir þessu áætlað en þessi deilt út í árslok. Það sama með símenntunarsjóð árinu 2021, það búið að deila út 11,9 eða tæpum 12 milljónum. Það lagt til að hann lækki, liður námsstyrki lækki í deildinni 21.600 3,7 og hækki rekstrarkostnað einstökum málaflokkum deildum en breytingin hefur engin áhrif á rekstrarkostnað okkar aðalsjóðs í heild eða fjárhagsstöðin í heild. Þetta útskipting á. En samandregið hafa þessar breytingar á fjárhagsstöðu áhrif að rekstrarniðurstaða A-hluta Vesta sem nemur 113 milljónum að teknu tilliti fjármagnsliða rekstrarniðurstaða í B-hluta þá móti batnar 147 milljónir króna að teknu tilliti fjármagnsliða og heildar áhrifinu því í samstæðinum 34 hækkur rekstrarniðurstaða samstæðinum 34. Rekstrarniðurstaða A-hluta nú áætlan 2 og samstæði heildum 607 milljónir fyrir árið 2021, fjárfestingar A-hluta hækkum 62 milljónir og í B-hlutum 118 milljónir, eins og mann tekja en 8 milljónir króna að teknu tilliti sölu fasteigna sem þá áhrifin á móti í B-hluta sveitarfélagsins. Langtímaskuldir Fjarðabyggðar í B-hluta lækkun 207 milljónir króna vegna uppgreiðslu lána og tengdra breytingar sem áður hafa verið kynntar og eigið fé einstakra stofnana og viðskiptareikningar þeirra við aðalsjóðs breytast til samræmis og svo hefur kynnt. Samandregin þínu áætlað að sjóðstæði Fjarðabyggðar í árslok verði 39 milljónum með þessum viðauka. Þar sem viðaukinn tekur ekki tillit til ýmissa breytinga utan ákvarðana bæjarstjórnar gert ráð fyrir handbært fé verði 200 milljónir króna í árslok. Eins og kemur fram í útgönguspá í tengslum við fjárhagsáætlun ársins 2022. Og síðan eru þarna nánari sundurliðun og einstökum liðum sem við sáu þarna sem fylgja viðaukanum sem ég ætla ekki að fara yfir sem talnanlegu efni sem honum fylgir. Þannig að þetta semst hér með forseti lagði fram viðauki 2 og baðast þannig að fagna þeir fækkandi við fjárhagsáætlun sem ávallt gott því að sem sýnir þá að hún hafi svona mestu leyti endurspegla kannski fram það reksturinn hverju sinni. Það var ekki fleira. Fyrir þetta orðið laust og Heimir Gylfason hefði orðið, gjörðu svo vel. Heimir, þú ert á mute. Já, takk. Forseti, ég vil koma aftur inn á fjárhagsáætlun og kannski það fé sem að verið að sveitarfélagið að fjárfesta bæði með og setja í rekstur og mér þetta mjög gaman að sjá kannski betri mælaborð. Hvernig þetta fé að nýtast? Við erum að selja þarna eignir til þess að gera hvað? Og hvað skilaði það síðan? Hvernig væri að sjá þessi mælaborða almennilega á nýtingu fésins, sérstaklega í rekstri. Það verið að bæta í annað með að ráða aukið starfsfólk eða bjóða upp á lengri þjónustutíma eða eitthvað slíkt, eða auka þjónustu á eitthvað hátt og erum við að sjá hvaða árangur það er það til? Jón Björn var bæjarstjóri okkar var og ruglast maður, hann búinn að vera að kalla sig forseta svo lengi, en að það væri gott að sjá einhver mælaborð þessu. Hann telur þjónustuna góða og allt svoleiðis, en hvaða mæli einingar hefur hann fyrir því? Annað en tilfinningar. Til rannsóknargögn á því? Erum við að sjá árangur í þeim fjárfestingum sem við erum að fara í eða ekki? Og þetta kannski eitthvað sem að Fjarðabyggð þurfti að taka til sín og þetta mjög væntum að fá að sjá við gerð fjárhagsáætlana hér eftir. Við höfum eitthvað til þess að miða við. Hvernig hefur gengið? Þeir nefnir að það gerða áætlun að fara í einhverja fjárfestingar, það takast ekki út af því að það bara of mikið að gera. Við fáum ekki fólk í verkin. Þetta býður til næsta árs. Þetta erum við búin að sjá nánast allt kjörtímabilið. Þannig að innspýting vegna COVID, hverju var það að skila? Var það nauðsynlegt?
hefðu við getað setið á okkur. Hvernig lítur það mælaborð út? Þetta kannski eitthvað sem að Fjarðabyggð ætti að taka til sín núna og læra af einmitt út af til dæmis með COVID. Takk fyrir. Orðið laust. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri orðið, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, ég skil vel að Heimir ruglist í þessu með bæjarstjóri og forseti. Ég gerði það sjálfur, sko. Ég á meðal hans sök á því sem Einar segir á það, sko. Ég hef stundum hafið ávarpin og verið þá ennþá í hinu hlutverkinu. Þannig að það tekur smá tíma að skipta programmið. Aðeins kannski tengsla við þetta, sko. Eins og kemur fram í viðaukanum að því að svona horfum að því ég veit að það skilur að vilja sjá þann árangur sem hverju sinni. Þetta í sölu eigna þegar við sú stefnumótin unnin fyrir þó nokkuð löngu síðan á grundvelli bæjarstjórnar raun og veru í tengslum við félagslega íbúðakerfið og þær breytingar sem urðu þá í má segja frá því kerfi sem áður var stofnað til á vettvangi sveitarfélaganna hér aftur í nokkuð langt aftur í tímann þegar að byggingarsjóður verkamanna var við lýði og sveitarfélögin höfðu milligöngu það kerfi. Það voru reist hús sem verið að höfða til fólks með tekjulágra einstaklinga sem gátu þá keypt eignir og leið þá skilaði þeim inn aftur ef þau fóru keyptu þá eignir á almennu markaði. Og vegna þessa átti náttúrulega sveitarfélögum landa alltaf alveg gríðarlegt magn eigna þegar það kerfinu rennur sitt skeið og enda það verður breytinga og nú það sem við erum að horfa á með húsnæði sjálfseignarstofnanir eða sjálfseignarfélög að leysi það af hólmi til frambúðar. Þannig að sveitarfélagi Fjarðabyggð og fyrirrennur þess áttu gríðarlegt áttu mjög mikið magn íbúða. Það var svo ákveðið að fara að fækka þeim til þess bara til þess að selja þar með almenna markaði, minnka rekstrakostnað okkar og ég held að það sé mælanlegi á áherslum. Við höfum greitt nokkuð langt skeið inn í aðalsjóð eins og bæjarfulltrúar þekkja í fjárhagsgerð. Þá höfum við greitt þetta 40 milljónir á ári með rekstri félagslegs því að nú með ekki miskilja þess rekstrin kallast félagslegt leiguhúsnæði í okkar fjárhagsáætlun. Við höfum greitt með því, þannig að sannarlega erum við að ná árangri með að fækka þeim eignum, en leið vildum við líka stíga skref til þess að tryggja leigumarkaði í Fjarðabyggð, hafa fleiri möguleika á þeim markaði að taka þátt í þessu samstarfi með Bríet, verða hluthafi nr. 2 þar, hluthafi 1 Íbúðalánasjóður, þegar að HMS Húsnæðismannvirkjastofnun tóku hlutverki hans, þá lagði Íbúðalánasjóður inn eignir sínar í Bríeti sem stofnað til og verður þar alveg hluthafi nr. 1 Fjarðabyggð og síðan var leitað til og sveitarfélögin hafa áttum nokkuð skeið í góðum heilmiklu viðræðum við Bríeti. Fjarðabyggð hluthafi 2, ég veit að mörg sveitarfélög í slíkum viðræðum núna og eigum þá hluthafi á móti höfum þá líka þá kannski má segja tryggja ákveðna breidd á leigumarkaði hjá okkur. Bríeti svo jafnframt líka sem þekkja auglýs eftir samstarfsaðilum byggingu húsnæðis, eru með slíkan samning á Fáskrúðsfirði, eru núna á Norðfirði slíku og við gerum ráð fyrir það muni verið fleiri hverfum hjá okkur til frambúðar litið. Þannig að það náttúrulega ákveðin mæli, eins og kemur fram í viðaukanum þá náttúrulega mælingin líka þarna að við þetta greiðum niður lán í þessu tilveiki vegna sölu á íbúðunum, þá erum þetta sem eru fjármagnaðar á eldri tíð með lánum, þannig að þá er verið að greiða niður uppgreiðsla lán í þessum aðgerðum okkar 207 milljónir í þeim aðgerðum sem eru kynnt í viðaukanum. Þetta þetta ákveð. Síðan þetta ársreikningar okkar eru þetta ákveðin mælaborð. Síðan náttúrulega eins og kemur fram þegar við gerum fjárhagsáætlunar í hverju fjárhagsáætlun hvers árs, frumvarpi til fjárhagsáætlunar hvers árs, þá er orðið heilmikið framlagt af tölulegum upplýsingum. Það sem við sjáum og hvet ykkur til að skoða það núna, við erum að reyna að auki það á hverju ári, einmitt í þessu skyni til þess að sýna hvaða árangur við náum með fjárfestingum okkar. Við erum farin að sjá þess merki og það kemur fram núna og vonandi ennþá betra næsta ári með þeim, þeirri samstöðu sem við náðum með að breyta í fjölskyldusvið okkar, þegar við saman í fjölskyldusvið breytum svona þá sýn sem þar að vera með snemmtæka íhlutun í málum barna, við erum farin að sjá mælanlega núna fyrst árangur á því að þeim aukna rekstrarkostnaðar koma, hann skýlir sér á annan hátt.
Þannig að við höfum og erum svona markvisst og fjármálasvið okkar að byggja upp meiri framsetningu í fjárhagsáætlun hvers árs á tölulegum gögnum. Þannig við getum sýnt hvernig fé okkar nýtist sem best og hvernig það endurspeglast þá svo kostnaður rekstur okkar gagnvart því. Í hvað varðar fjárfestingaráætlun og annað slíkt, þá hefur svo stefnumótin verið hér uppi í fullri sátt bæjarstjórnar nokkurn skeið að myndi horfa til fjárfestingar sem leysa af hólmi jafnvel eldri óhagkvæmari húsnæði, það sem eru þá seld á móti, taki þá betri mið af starfsemin eins og hún í dag og þeirri starfsemi sem verður uppi, því að það er líka þekkt staðreynd að það betra að miða það við stöðu, og það þekkja menn og rekstri sem sjálfur sem rekstri að miða fjárfestingar sínar og miða umfang sitt við þá stöðu og rekstur svo með í dag. Hverju sinni, það er einn liður, þannig að þetta meira en byggt bara á tilfinningum. Síðan getum við haft því skoðanir það, ég hugsa að það sé aldrei einhlítt, þú veist, hvernig maður líti á hvort að þjónusta sé góð, nægjanleg, hvort það mætti vera meira og svo framvegis. En hinn pólitíska stefnumörkun hverju sinni, það ákveður svolítið hversu umfangsmikil hún á að vera. En heilt yfir í ýmsum mælingum sem við höfum þar í árangri, í skólum og fleira og þetta bara inn í, maður geta mælt þjónustu sveitarfélags á mjög víðtækan hátt. Hún verður ekki öll mældbar í krónum og aurum. Hún verður líka, því að við erum ekki fyrirtæki þeim hefðbundna skilningi, heldur líka önnur gæði undir í þeim efnum sem kannski erfiðara að fanga í meðalborð. En við höfum samt og sjáum í allskyns framsetningu núna efnis eins og undir fjölskyldsögu og vonandi getum við byrt ennþá frekar næsta ára. Við erum að sjá að við erum að ná árangri sem þá víðtækur og hann nær mjög breytt yfir málaflokka. Ef þú getur gripið inn í aðstæður, félagslegar aðstæður sem fyrst fyrir börn, þá mun það skila sér margfalt inn í framtíðina á miklu meiri á svo margfaldan hátt, bæði eflaust fjárhagslega, á því getum við fundið sannarlega fjárhagslega hliðar, en líka náttúrulega bara svo gildi hinna mannlega þátt sem kannski ekki mældur þar en mældur svo á annan hátt. Sem ég held við getum öll verið ofsalega stolt af að hafa haft þá sýn og verið samstíga að breyta þessu til lengri tíma. Ég held að þetta er að skila sér margfalt inn í samfélagið framtíð. Þannig að þetta nú svona það sem ég held ég geti svarað núna, síðan ég segi, svo bara á því stundum meiningamunur, hvaða skoðanir menn hafa og hvað það uppi og það eðlilegt. Það ekki fleira fórsti. Orðið laust lið 11, fjárhagsáætlun 2021, viðauka 2. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég eftir samþykktar viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2021. Það samþykkja við þess að gefa merki. Það samþykkt með öllum niðurgreiddu atkvæðum. Þá erum við komin í lið 12, lántaka á árinu 2021. Bæjarstjóri mun mæla fyrir lántöku. Eins og kemur fram í bókun bæjarráðs þá í núverandi fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 var gert ráð fyrir lántöku á 200 milljónum í tengslum við framsetningu fjárhagsáætlunar á þessu ári. Við leggjum hér til að það lagt til og var lagt til í bæjarráð samþykkti, meirihluti bæjarráð samþykkti að nýta lántöku heimild núna upp á 100 milljónir króna sem hjá Íslandsbanka sem lán til alltaf 15 ára á sömu kjörum og við höfum verið með, óverðtryggðir kjörvextir með vaxtaafslætti upp á 80 punkta og heildarvextir í dag eru því 4,65 óverðtryggðir. Lánið án uppgreiðslugjalds, þannig að það uppgreitt hvenær sem og mikill kostur og lántökuþóknun 0,25% með jöfnum afborgun 4 ári. Það hér lagt fram að það verði samþykkt að ganga til þessa lántöku í tengslu við sjóðsstöðu og útgönguspá ársins. Útgönguspá ársins tekur mið af sjóðsstöðu og þannig að til þess, þannig að þetta hér lagt fram til bæjarstjórnar. Það var ekki fleira. Orðið laust þennan lið, lántöku ársins
árinu 2021. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar bæjarstjórnar fyrirliggjandi skuldabréf í Íslandsbanka höfuðstól 100 milljónum króna til allt að 15 ára í samræmi við skilmála skuldabréfsins sem liggur fyrir á fundinum og bæjarfulltrúar hafa kynnt sér. Þeir sem þetta samþykkja, þessar skefumerki. Ykkur á móti og ykkur að sitja hjá. Ykkur að gera nafnakall. Heimir, varst þú samþykkur þessu? Nei, ég var nú ekki alveg. Ég var að tegja með síma. Já. Ég ekki samþykkur þessu. Þá bara ég legg þetta bara aftur fram í kosningu. Þeir sem þetta samþykkja við þessar skefumerki. Bið ykkur að sína, hafa hendurnar. Og á móti. Sitja hjá sitja. Þetta samþykkt með 7 atkvæðum. Ragnar Sigurðsson á móti og Heimir Gylfason situr hjá. Þá erum við komin á lið 13, reglur leikskóla. Og ég mun mæla fyrir endurskoðun reglum sem að vísa frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, endurskoðun reglum leikskóla. Lagt til að í reglunum verði kveðið á að skóla og ár leikskóla sé skilgreint frá 1. ágúst til 31. júlí og börn í elsta árgangi verði boðið upp á sumarfrístund í ágúst. Tillaga að breytingum á reglum sem verðuðu afslátt af leikskólagjöldum vísa til samráðshóps málefni leikskóla. Orðið laust þennan lið. Það engin beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar uppfærðar reglur leikskóla Fjarðabyggðar og þeir sem það samþykkja við skefumerki. Það samþykkt bæjarfulltrúi Rúnar komin úr mynd. Rúnar Gunnarsson. Hann þóttinn út af fundi þannig að ég bið bæjarritara. Við munum kanna senda honum boðin, við munum boða hann inn aftur, hann getur á slíkt. Já, það slitnað. En þá þetta samþykkt með 8 atkvæðum og bæjarritari bóku þá að hann hafi ekki setið verið inn á fundir þessi atkvæðagreiðsla fór fram. Þá erum við komin í lið 14. Það reglur Fjarðabyggðar frístundastyrk og ég mæli fyrir þessum reglum sem vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, reglum íþrótta- og frístundastyrk Fjarðabyggðar til barna. Í nýsamþykktri fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 var samþykkt í fyrsta sinn að Fjarðabyggð mun veita frístundastyrk til barna og ungmenna í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi að fjárhæð krónum 10.000 á hvern einstakling á aldrinum 6 til 17 ára. Upphæð þessi ákvarðast við gerð fjárhagsáætlunar og gildir frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Styrkurinn eingöngu fyrir börn og ungmenni sem eru með lögheimili í Fjarðabyggð. Vonast eftir að úthlutun frístundastyrk sé hvatning og efling og opni leiðir fyrir fleiri ungmenni til iðkunar í íþrótta- og æskulýðsstarfi í heilsueflandi Fjarðabyggð. En orðið laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar reglur íþrótta- og tómstundastyrk til barna og þeir sem það samþykkja við þessar skefumerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá liður 15, reglur Fjarðabyggðar úthlutun íþróttastyrkja til félaga og ég mun mæla fyrir úthlutunarreglum sem voru vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, uppfærðar reglur, úthlutunarreglur íþróttastyrkja Fjarðabyggðar til félaga.
Breytingar á úthlutun íþróttastyrkja til félaga. Íþróttastyrkjum skipt í þrennt og hlutfallsleg skipting þeirra sem hér segir, meginfélög 50%, önnur félög 20% og styrki til samvinnuverkefna 30%. Styrki til meginfélaga munu fara eftir fjölda iðkenda í hverju félagi. Með þessum breytingum verið að tryggja að félög sem hafa fleiri iðkendur geti nýtt sinn styrk betur í því starfi sem félagið í. Orðið laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar úthlutunarreglur íþróttastyrkja fjárhagssjóða til félaga. Þeir sem það samþykkja þessu skrifa merki. Það samþykkt með atkvæðum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 16. Það samþykkt hunda- og kattahald, endurskoðun 2021 fyrri umræða og ég mun bara mæla fyrir breytingum á samþykkt hér við fyrri umræðu. En erindin að vísa frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, breytingum á samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald. Umsögn frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands liggur fyrir og samþykktin gerð skilvirkari með áorðnum breytingum. Orðið laust þennan lið. Og enginn hefur beðið orðið. Og þá ber ég upp til samþykktar að vísa samþykktin hunda- og kattahald og annað gæludýrahald til síðari umræðu bæjarstjórnar. Þeir sem það samþykkja við að skrifa merki. Það samþykkt með öllum atkvæðum atkvæðum. Þá erum komin í lið 17, breyting á stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga fyrir umræða. Og ég mæli fyrir endurskoðun stofnsamning við fyrir umræði sem vísað frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar. Fram lagðar tillögur að breytingu á stofnsamningi safnsins en þær voru til umfjöllunar bæjarráðs og bæjarstjórnar í nóvember 2020. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hefur yfirfarið tillögur að stofnsamningi og gert tillögur að breytingum. Uppfærður stofnsamningur var staðfestur á aðalfundi safnsins 10. nóvember síðastliðinn og vísað til staðfestingar sveitarfélagana. Meginbreytingar felast í aðlögun að breyttum skipan aðila að safninu, ályktunarhæfi stjórnarfunda og aðalfunda sem og skilyrði þess. Ákvæðum slit safns og úrsögn aðila ásamt orðalagsbreytingum til að samræmis sé gætt við ákvæði sveitarstjórnarlaga byggðasamlög. Orðið laust þennan lið. Enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að vísa stofnanasamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja við að skrifa merki. Það samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 18, gjaldskrá fráveitu Fjarðabyggðar 2022 og ég mun mæla fyrir breytingum á gjaldskrá fráveitu. Lögðu fram tillaga breytingu á 1. grein gjaldskrá fyrir fráveitu. Setning verður eftirfarandi: álagningarstuðull fyrir fráveitugjald 0,275% af húsmati fasteigna. Fráveitugjald innheimt bæði af húsmati heimila og fyrirtækja. Fráveitugjald innheimt með fasteignagjöldum. Og þá fellur niður sá texti sem nú og þessi kemur í staðinn. En orðið laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykkta breytingu á gjaldskrá fráveitu Fjarðabyggðar. Þeir sem samþykkja skrifa merki. Það samþykkt með öllum 8 greiddum atkvæðum. Þá ætla ég að leggja fram tillögu að fundatímum bæjarstjórnar frá byrjun næsta árs fram á vori. Eins og bæjarfulltrúar þekkja þá samþykkir bæjarstjórn fundatíma sína 2 ári og boða svo til aukafundar eða breyti fundatímum ef þörf En bæjarstjórn ein getur tekið ákvörðun það. En fundadagar eru þá svo hljóðandi 20. janúar, 3. og 17. febrúar,
3. og 31. mars og þá verður fyrri umræða ársreikning. 7. apríl og þá verður gert ráð fyrir síðari umræðu ársreikning með fyrirvara og þá 5. og 19. maí. Þetta verður þá fært til bókar í lok fundargerðar bæjarstjórnar. Þá dagskrá fundarins tæmd og næst verður það boðað til bæjarstjórnarfundar sem verður þann 20. janúar næstkomandi á nýja ári og til þess verður boðað með dagskrá. Ég þakka fundarsettuna og óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýja ári með þökk fyrir samstarfið á árinu sem að líða.